Já, kjósið þið Sjálfstæðisflokkinn í þessum kosningum verður hafist handa við byggingu fjölnota íþróttahús áður en kjörtímabilið er á enda. Það er loforð sem við höfum gefið vegna þess að við höfum átt samtal við íþróttahreyfinguna og það sem kom mér á óvart var það að það virðist vera algjör einhugur hjá íþróttahreyfingunni að þetta sé mikilvægasta verkefni. Þetta losar tíma á Torfnesi, þetta bætir aðstöðu til knattspyrnuiðkunar, þarna eigum við hugsanlega hús til þess að halda stóra samkomur eins og Mýraboltan og Aldrei fór í suður og byggja þeim framtíð. Þarna geta eldri borgar og kylfingar verið á veturnar og ég held að nú sé komin tími til að við hér á Ísafirði segjum áfram en ekki aftur á bak. Þegar fjármál Ísafjarðarbæjar eru skoðuð að þá bjuggum við til 674 milljónir af peningum í fyrra. Það er að segja, þegar við vorum búin að borga vexti áttu við 674 milljónir til þess að fjárfesta fyrir og borga niður lán. Ef við gefum okkur það að við myndum vera með 174 milljónum verri afkomu á öllum 4 árunum næstu heldur en við höfðum í fyrra, þá vættu við 2000 milljónir til þess að borga niður skuldir og fjárfesta fyrir. Ef við sættum okkur við það og borga niður skuldirnar okkar, allar skuldirnar okkar fyrir vaxtaberandi skuldir á 20 árum, þá tæki það okkur 200 milljónir ári. Þá hefur við 300 milljónir ári eftir sem eru 1200 milljónir. Og Arna Lára taldi henni fullt af verkefnum, Hlíðavegur sem verður boðin út í haust. Hún taldi upp Unnagötu og Ránastíg sem verða malbikaðar á næsta ári, hellulaðir í haust. Við erum með göngustíg hérna fyrir utan, við erum með bílastæðinir á Byggðastafni, klára á næsta ári. Við klárum hjúkrunarheimili á næsta ári, ekki ennþá fara að taka lán út af því. Það eru upp plönum að byggja niður á Byggðastafni, stórkostlega aðstöð, Hottstrandastofu í samstarfi við Umhverfisstofu, getum gert þetta og á kjörtímabilið er á enda, gætum við farið til dæmis í 300 milljón króna knattspyrnuhús, tekið á 1 til 3 árum, 100 milljónir ári. Við getum þetta og ég tel að íbúar Ísafjarðarbæjar setji þetta í forgang ásamt því að fegra bæinn, opna skólana, gera betur, vera best, ekki verst, áfram best. En þessi